lostafullar nætur Arabíu. Hvað? Það bara svo rosalegt. Lostafullar nætur Arabíu. Heyrðu, Arabíu Lorans. það eru sko lostafullir dagar víða. Ég hef verið að heyra það dálítið og lesið að nú sé komin nýr kaffibar og hann sé bara komin í Hafnarfjörð. Hann sé bara komin. Já, A. Hansen heitir hann. Hann sé bara komin. Akkurat. Ferðu stundum þangað, Doddi? Doddi? Ég held ég aldrei farið þar inn. Nei, þú er aldrei farið þar. Nei. Ok, ég hef farið þar inn, það var nú bara í den og nú eru menn að segja að það sé bara, þú veist, bara celebrity who is who bara mætt á A. Hansen. Björk hafði sést þar daginn og ýmsir fleiri og fleiri. Sko. Já. Hörðu, nema hvað að síðan náttúrulega kom þetta magnaða mál upp í það verið í fyrra kvöld sennilega. Já. Þegar að óður maður einmitt, með fer öxi inn á þennan stað vopnaður öxi eins og hann sé bara, þú veist, Jack Nicholson í Shining og og kemur bara lappar upp og bara slær með öxinni í andlit á manni. Þetta var í reiði, sko. Hann hefur verið aldrei reiður. Já, en mér skilst að þetta er mjög fínn náungi, sko. Já. En og rosalega góður strákur, bara fínn gaur, sko. Nema þarna bara... Þarna hefur hann snappað greið. Já, þetta var bara... Hann var bara ógeðslega reiður, víst, sko. En víst fínn gaur, sko. Já. Alveg bara fínn strákur. Já, ég einmitt, það er leiðinlegt þegar að fínir strákar missa stjórnmálskapi sínu. Já. Ég veit ekki hvað þetta, veist þú eitthvað þetta mál, Doddi? Nú ert þú alltaf svo innundir hjá fína og glæpamönnunum og þessu fólki. Nei, ég veit ekki neitt. Þú þekkir ekki, veist eitthvað, var eitthvað á milli þessara manna? Já, eina sem ég las úr þessu sem að í blöðunum er að sé eitthvað forræðasteyla. Já. Sérstætt núvarandi kona Barkar er fyrirverandi konan hans Karl sem að liggur á Flugurhóli. Börkur og Karl heita þið. Og Björn Börkur, þess að fyrirverandi, hann hafði verið afbrýðisum. Já. Nei. Börkur er sá sem var með öxina og hann Nú. Hann konuna núna. Hann á konuna núna. Já, en það er samt afbrýðisum. Það getur leitt áfram, sko. Já, það getur. Þú veist, ef ég tæki konuna frá þér, eða þér, skilurðu, og væri alltaf með henni, en hún væri kannski alltaf rosalega mikið að tala um þig. Nei, þetta er ekki þannig, sko. Nei, sko, hún var samt ekki líka. Hún talaði um að hún var ítt undir þetta. Ég skil, ok. Þannig að hún væri alltaf að tala um hvað þú væri leiðilegur. Hefði verið leiðilegur við hana í sambandinu. Ok, og þá kom tíma. Þetta er misskilningur. Hún er ekki, sko, maðurinn sem er ráðist á með öxinni er ekki fyrirverandi kærastinn hennar, sko. Nú? Nei, hann er vinur fyrirverandi kærastinn hennar. Það getur. En ég meina þessi stelpa er mjög fín stelpa, sko. Já, ég get ímyndað með það. Góðan daginn. Nei, byrju nú við, þarna er einhver að hringja sem hefur kannski eitthvað insight á þetta. Góðan daginn. Daginn. Hvað segir þú um þetta mál? Eina sem ég frétti það, sem sagt, að Kalli, já. Ég frétti það að hann hafi verið með eitthvað bögg, sko, upp á Snókasportbar, þar á Börkur hafa verið fyrr kvöldið. Já. Svo, frétti Börkur á honum nýra Hansen eða eitthvað svoleiðis. Já. Strákar, það er maður að hringja sem að þekkir alla aðalega í þessu máli. Nú, en Lazy Town er sýnt á Nickelodeon. Já, verður blessaður. Takk fyrir það, þú ert búin að skila þínu. Góðan daginn. Góðan daginn. Herru, þú ert með alveg insight. Já, ég er með svona smá upplýsingar gamalt mál.
Ok. Fyrir nokkrum ára síðan þá var stelpa í sjoppu í Breiðholtinu barinn í hausinn með hamri. Munið eftir þessu? Já, jú. Það var Börkur. Já. Það var Börkur. Og hann satt inni fyrir þetta. Já. En hvað var það sem hún hafði gert honum? Hann var að ræna sjoppuna. Hann var að ræna sjoppuna, já, einmitt, já. En annars þetta alveg yndislegur náungi, ekki? Ég ekki dómbar af það. Þið þakka kærlega fyrir þetta. Það glóa allar línur hérna. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú þetta mál? Ég segi nú ansi margt, sko. Já, gott að heyra það. Ég þekki til dæmis þennan mann, sko. Já. Ég veit ekki hvað það að tala að sé nú yndislegu maður, sko. Hann alveg snar geður. Já, það svo? Já. Nú þekkiru hann persónulega? Já, svona. Og þú? Ég þekki hann og ég þekki Kalla og ég þekki líka bassfæðurinn Já, það svo? Og stelpuna líka, sko. Þú ert alveg innundir í þessu máli. Og hvað segir þú? Var Börkur þarna með sko, var þetta óþarfi hjá Birki? Ég veit ekki alveg, sko, akkurat þetta mál, en ég veit, sko, alveg sögun á bakvið, sko. Hvað var í gangi, sko. Ok. Og þessi Börkur, hann var með þessari stelpu. Já. Og hinn strákurinn, sko, ekki Kalli, hinn strákurinn, bassfæðurinn, sko. Já. Börkur var alltaf óttalega kvikindi bara við hann, sko. Já. Það svona eiginlega meira dæmi, sko. Börkur var bölvaður rasni, sko, við hann alltaf. Hann var leiðilegu við Kalla? Já, nei, við bassföðurinn. Já, hvað veit ég, þetta orðið flókið fyrir mig, sko. Þetta eins og sápuópera. Já, þetta nefnilega bölvuð sápuópera. Já, ok. Við erum að tala, sko. Hann var leiðilegu við bassföðurinn, sem var vinur Kalla. Já, einmitt, og sem sko gamla vinkonur hennar, sko. Já. Hann var hringlega skar á dekkin, Hvað fyrir? Já. Hann alveg snar, sko. Þessi strákur, sko, hann var svona hættulegur, sko, í Hafnarfirði. Mér datt í hugum, sko, þegar ég heyrði þetta í fréttunum, þetta lítur að vera Börkur. Já, einmitt. Það kemur engin annar til að kemur einn annar til grein og það mitt vinur að sparka líka, sko. Og, sko, þessi strákur, sko, ég hitt hann einhvern veginn hérna back in the days, þá vorum við á okkur fyllir í hann í Hafnarfirði og þá sagði hann við mig, herðu, ég að spá ég að fara að stinga eitthvað í kvöld. Og hann fór bara og gerði það. Já, það Börkur sem sagt. Já, hann alveg snar. Já, og hann búinn að sitja dálítið lengi inni, oft inni, fyrir eitthvað svona. Ég held það, sko, ég nú ekki alveg suð með töluna, en ég veit að hann nú búinn að vera færum að gera mörgu óverkin og hefur framkvæmdu, sko. Já. Þetta svakalegt, maður. En þetta hefur búið að vera rosa dramasaga, þessi saga á milli þeirra, aðalvenni þessu páli, sko. Já. Og ég held, sko, að Kalli hafa verið að vera að standa upp fyrir hinnum görnum, sko. Fyrir bassföður hennar. Já, segja eitthvað hérna, já, einmitt. Látt hann vera og svona, hætta að bögga. Ábyggilega eitthvað svoleiðis, sko. Já, áttu þeir ekki líf, kannski, eitthvað svona. Já, einmitt, eitthvað, þú veist, get alive. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Sem líka, sko, þessi Kalli, hann, sko, miklu stærri strákur, sko, heldur en bassaðarinn, sko. Og Börkur, hann alveg físa stór, maður. Já, Börkur þá stærri en Kalli. Já, ég sá hann með exi, sko. Mynda á honum, hann svona stór og mikill og sköllóttur. Já, einmitt, sko. Svona, einmitt. Þetta dramatískt, maður. En heyrðu, ég ætlaði bara svona að segja ykkur hérna innsætt þetta. Já, þakka kærlega fyrir það, minn. Það var ekkert mál. Heyrðu, þetta eitthvað sem var hægt að gera kvikmyndum. Já. Þú veist, það var eitthvað, þú veist, Kalli. Það svona, þú veist, einhver hérna, þú veist, svona strákur sem hann vill verja vin sinn, sko. Leikinn af kannski stór, það er svona þokkalega stór. Já. Það þarf ekki endilega að vera stór í kvikmyndinni, það getur verið Hilmisnær sem leikur Kalla. Og hérna sympatískur, sko. Já. Svo væri það er spurning hver ætti að leika hann Börk. Hver ætti að Ingvar Sigurðsson leika eitthvað svona klikkað? Já, einmitt, auðvitað er það Ingvar Sigurðsson. Einmitt, af því að þú veist, það er náttúrulega kannski með Börk að, þú veist, hann er innst inni, skilurðu, góðustrákur. Ég hef nefnilega heyrt það að hann sé alls ekki slæmur, sko. Oft, þetta sem gerist, sko, er oft eitthvað sem gerist í hita leiksins. Eins og þetta með hamarinn, sko, þetta var eitthvað sem að
fór eitthvað alveg úr böndunum sko. Já. Og hérna ef að ég þekki Burke rétt eða sem sagt samkvæmt því sem ég heyrt hann þá hefur þetta axardæmi eitthvað aðeins gengið úr böndunum, farið úr böndunum sko. Og þetta hefur átt að vera einhver smá fíblalæti en síðan og þá þetta Ingvar Sigurðsson, við erum að tala það er svona sympatískur sko en á það til að verða alveg óður og getur verið óður, hann getur leikið óðamenn alveg ef hann tekur sér til og hann ræðst á Hilmisnæ það svona stór þetta svona einna hápunktu myndarinn. En hver leikur þá kærustuna þarna sem að hvetur hann? Hvað með hana þarna Elvu Dögg Melsteð? Nei, hvað heitir hún? Hérna Elva Ósk? Já, Elva Ósk. Já. Fáum hana til þess að leika konuna. Og kannski hver að hringja svona mikið? Herdís Þórðarsdóttir myndi kannski leika ömmu hennar sem var dálítið geggjuð. Já, góðan daginn. Það gengur ekki að láta einhverja íslenska stelpu leika hérna kærustuna því að hún ættleidd og svona austurlanda. Hún austurlensk, já. Þannig að það verður eitthvað hérna. Dóra Takefúsa. Já. Dóra Takefúsa getur leika. Mjög góð hugmynd. Hún kannski svolítið gömul. Já, hún mjög ungleg. Þakkaði fyrir, blessaður. Já, hún heldur sér vel. En Mariko Margrét? Já, Mariko, hún að koma sterkinn. Já. Hún að koma sterkinn. Hún yngri, sko. Já, hún yngri en Dóra. Já. Sem frænka mín. Mitt, ég veit allt það. Heyrðu hérna, við skulum fá hérna auglýsingar og heyra skets dagsins, sjá hvað hann þetta ekki allt fínir krakkar? Jú, þetta allt saman yndislegir krakkar. Ó, borg mín borg, ég lofa ljóstín stræti. Spron kynnir nýtt námskort, debitkort með margvíslegum fríðindum og sérkjörum sem koma sér vel fyrir ungt fólk á leið út í lífið. Spron fyrir allt sem þú ert. Þegar tvíhöfðan þyrstir, drekkur hann einungis Sprite. Þegar tvíhöfði flýgur hann einungis með Iceland Express. Árni var ósköp venjulegur maður, en einn daginn breyttist líf hans á afdrifaríkan hátt. Þetta var ósköp venjulegur dagur. Ég þurfti að fá smá upplýsingar hjá vinnufélagi mínum og hallaði mér yfir skrifborðið hans. Ég tók ekki eftir neinu og hann leiði mér tilbaka, öskraði ein stúlka sem var að vinna hana. Þú ert með umslag á olnbónum. Það reyndist rétt. Það var risastórt ógeðslegt umslag sem hékk á olnbónum mínum. Það hafði einhvern veginn límst við og ég bara öskraði upp mig. Skera þurfti handlegginn af Árna til að koma umslaginu burt. Hann í dag einhentur öryrki. Hann á erfitt með svefn. Hann vaknar oft öskrandi upp á nóttunni í svitakófi. Komdu og ringdu hér í smásálina, komdu hérna vinur minn, já. Ringdu hérna vinur minn í smásálin, ringdu hérna vinur minn í smásálin. Já, komið nú sæl og velkomin í smásálina, kæru vinir. Alltaf gaman að heyra í ykkur hér, hvaða nöfnum sem þið nefnist. Og við ætlum hér að fara að opna línuna. Það glóa allar línur eins og venjulega. Og við skulum þá bara heyra í fyrsta hlustandanum hér. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Jæja. Jæja, hvað segir þið? Allt alveg ljómandi, þakka þér. Já. En þú sjálfur? Ég segi elskat. Já. 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 Æja, ég segi allt yndislegt. Það er svo gott á leiðinni úti og allt var svo yndislegt í dag. Já. Já, það er svo yndislegt. Yndislegu dagur. Ég var nú að segja við konuna í dag. Já. Ég tók nú bara utan hana. Hvað segirðu?
Ég tók utan kettlinguna mín í gær. Já, það er að gera. Gera það sem oftast. Það er bara, það er allt svo yndislegt. Já. Það er allt svo yndislegt, elskan mín. Já. Já, þetta er skemmtilegt. Já. Hvað svona liggur þér á hjarta? Ég vil láta koma með eina tillögu. Já. Hvort það mætti nú ekki aðeins. Og ég fór í Bónus í gær. Já. Það var yndislegt. Já. Það var alveg yndislegt að vera í Bónus. Er það ekki? Æ, það er svo yndislegt. Já. Þeir eiga alltaf allt til þar. Já. Þeir eru mér alveg alltaf hreinir þar, sko. Og ég mér alltaf hreinir. Læ-læ-læ-læ-læ-læ. Mér alltaf hreinir. Já. Læ-læ-læ-læ-læ-læ. Já. Í Bónus. Já. Og ég reyndi nú að taka þarna utan starfsmann. Nú? Já, ég reyndi að mér fannst þetta svo yndislegt allt saman. Já. Hann svona vék sér undan mér og ég skil það nú alveg. Og ég greip þá bara svona í hennu og þetta er svo yndislegt hérna hjá ykkur. Þetta er svo yndislegt allt saman. Já. Og mér fannst þetta allt svo yndislegt, fallega dagar allt og allir svo yndislegir eitthvað og góðir. Já. Fólki var svo glatt og yndislegt. Og það var þarna ungur maður sem var að raða dóti í hillurnar og hann var svo yndislegur eitthvað. Já. Já, hann voða yndislegur drengur og ég hjálpaði hann aðeins að raða. Já. Já, mér langaði svo eiga hlut í þessu. Þetta var allt. Já, þú... Það er svo yndislegt þarna. Þú hefur ekki bara ráðið þig í vinnu þarna? Nei. Ég sagði það var næstu skrefin að vinni þarna. Já, er það svona bónusbjössi? Já, það var ekki leiðilegt. Það var ekki leiðilegt að hafa jafn lífsglaðan mann eins og þú ert þarna í Bónus starfandi. Nei, ég segja stúlkan sem afgreiddi mig, hún var svo yndisleg. Já. Hún var svo ljúf og blíð og yndisleg og hún spurði mig hvort að hún stimplaði inn vörðuna mínar og svo sagði hún mér verði og hún spurði mig hvort ég vildi póka. Já. Og ég sagði, æ, ég elska mig mikið, ertu yndisleg, sagði ég og strauk henni svona kinnina. Og það er ég nú vissum að það yrði nú skemmtilegra fyrir þessi yndislegu krakka ef allir viðskiptavinni gerði þetta. Já, það er nú alveg það ekki utan þau og strykjaði maður sem kinnina. Ég er nokkuð viss það er bjartara yfir þeim. Já, þetta var svo yndislegt og svo fallega það er svo fallega raðar í hillurnar í Bónus. Já, áskaplega fallega raðar. Ég var alveg ég stóð nú bara kjör þarna. Já. Í svona 10-15 mínútur. Já. Og horfði svona yfir allt og svo kemur þarna yndislegur ungur maður. Já. Og hann spurði mig og svo snirtilegur og yndislegur. Já. Og hann spurði mig, get ég eitthvað aðstoði? Já. Ég strauk honum svona kinnina og sagði, nei vinnur, þetta er allt svo yndislegt. Ég bara horfa á þetta allt saman, þetta er svo fallega raðað hjá ykkur og þetta er svo snirtilegt og yndislegt. Já. Alveg yndislegt. Já. Og hvernig og ég var nú fór nú þarna í Bónus daginn. Já. Og þá var ég að fylgjast með þeim aðeins. Já. og þá kláraðist mjólkin, svona stórir mjólkurlítrar. Já. Heyrðu, ég hugsa hvernig fenn nú þetta. Já. Nú, fer nú að vanta mjólk. Já. Því blessa fólki sem er að versla sér mjólk. Já. Og það kom þarna einhver
komu þarna ein kona og maður og einhver par inn í mjólkurkælin og ég sagði, veði hjartanlega mikið eru þið yndisleg. Ætlið að fá eitthvað mjólk, segði ég við og já, það var þarna parið ætlaði að fá sér mjólk. Og ég ætlaði að fara að segja, það nú gengur nú ekki elskan mín, því að mjólkin hefur klárast hjá þeim. Greyjónum litlu, sagði ég. Og og ég reyndi svona að taka utan þau, en þá bara gerðist það, þá var nú bara eins og við mannin mælt, það var rent þarna fram einhverjum vagni og það var komin fullur vagn af mjólk aftur og sagði þarna unga kona, nei, sjáðu, það komin mjólk. Ég gat nú ekki á mig seti, ég fór þarna bak við tjaldið og bak við mjólkurkælin og þar var ungur maður sem var að renna svona nýjum vögnum eftir því sem kláraðist. Og ég gekk til hans og ég tók utan hann og ég sagði við hann, þú ert yndislegur, mikið afskaplega ertu yndislegur. Veistu hvað þetta yndislegt sem þú ert að gera? Og mikið ertu góður drengur. Og hann var nú ekki vanur að fá svona rás frá viðskiptavinnunum. Það alveg sangallu það sangallu veisla að koma í bónus og þetta allt svo yndislegt. Já, þetta skemmtilegt að þú hafi verið átt svona góðan dag þarna í bónus. Já, þetta var yndislegt. Og þú... Ég sagði nú við konuna, hún sagði, ég veist hvað ég var að gera, hún sagði, við þurfum að fara í bónus og versla. Já. Og við búum nú þarna ekki langt frá, við búum þarna í svona þjónustu kjarna á Vesturgötunni. Já. Nei, á Vesturgötunni. Á Skúlagötunni. Já. Þannig að beint fyrir neðan bónus. Já. Og Laugaveginum. Já. Og við löppuðum bara. Konan sagði, við þurfum að fara í bónus. Já. Og svo vorum við heima í gær. Og þá segir þessi elska, hvað eigum við að gera af okkur núna, vinnur? Hvað eigum við að gera af okkur? Og ég sagði, elskan mín, sagði ég og strauk henni svona kinnina. Mér langar mest að fara aftur í bónus. Og það bara ekkert sem okkur vantar það. Hvað segir þið? Það ekkert sem okkur vantar þar, sagði hún, já. Já, ég sagði, ég veit að elska mín. Mér finnst það bara svo yndislegt. Já. Já, þetta alveg frábært að heyra. Já, þannig að þetta bara orðin þinn helsti skemmti staður. Já, þetta orðin. Já, en já, alveg frábært að heyra svona lífsglaðan mann hringja hingað í smásalina svona snemma morgni. Já. Og ég þakkar... Mikið þakka ég ykkur fyrir þáttin ykkar. Já, tvíhöfða. Hann alveg yndislegur. Já. Og þú ert yndislegur maður. Þakka þér fyrir það. Já. Njóttu vel. Þakka þér kærlega. Þú ert nú bara yndislegur sjálfur líka. Þakka þér fyrir það. Fólk hefur nú verið að segja það. Já, einmitt. Já, og nú stúlka sem sagði það við mig í bónusum daginn. Já. Ég var þar að versla í grænmetisborðinu. Já. Og það var stúlka sem var að raða þar eplum. Alveg yndislega á ilmandi epli. Já. Og ég stoppaði hann og sagði, verð ekki að gera þetta, ég skal gera þetta fyrir þig. Já. Hún var illa klædd og ég var vel klæddur og var í frakkanum mínum. Já. Og ég raðaði fyrir hana eplunum og hún segi, hvað, þú ert alveg yndislegur? Og ég sagði, nei, það ekki ég sem er yndislegur. Það þú sem er yndislegur. Já, en þetta var alveg yndislegt að heyri þér. Já. Og þakkaði bara kærlega fyrir. Já, þakka þér nú mikið fyrir. Þakka þér sömuleiðis.